Aðalgatan á Siglufirði segir sögu bæjarins á einstakan hátt. Á síldarárunum fjölgaði íbúum Siglufjarðar hratt og til þess að mæta húsnæðisþörf voru gömul timburhús rifin og stór steinsteypuhús byggð í þeirra stað. En síldin kom og síldin fór og þegar fólki tók að fækka í bænum fóru menn aftur að veita gömlu timburhúsunum athygli. Mörg þeirra hafa nú verið gerð upp með aðstoð húsafriðunarnefndar og mikil prýði að þeim. Já, ég held að með segja það. Aðalgatan á Siglufirði sé ein af 10 sögulegustu götum á Íslandi ef við horfum til Reykjavíkur, ákveðna gatna þar, Ísafjarðar, Seyðisfjarðar, Akureyrar. En þetta aðalgatan miðast náttúrulega við síldina og síldarsögun og síldarárin hér á Siglufirði. En þegar á þeim tíma þegar bærinn var fullur af fólki og mannmergðin slík hérna eftir á aðalgötunni og nálægum hliðargötum að fólk varð að olnboga sig áfram eins og margir hafa lýst með þessum sömu orðum og eins það að eins og tjáningin hefur verið. Það var hægt að olnboga sig í gegnum mannþröngina hérna fram og aftur aðalgötuna á þess að heimafólk þekkti nokkur sko. En í upphafi síldaráranna 1903 eins og við teljum, þetta er eftir okkar tímatali hér nyrðra, þegar síldarævintýrið byrjaði, að þá var hér niður eftir eyrinni svona ákveðin gönguslóði þar sem að fólkið hafði gengið hérna ákveðna leið þessa átt því að hér höfðu nokkur timburhús verið byggð og staðsetning þeirra bauð upp á ákveðna gönguleið og niður þá til fyrstu söltunarstöðvanna. Og þegar sem sé að þörfin orðin fyrir meiri byggingar, fleiri og stærri, að þá staðarhaldarinn, sjálfur sóknarpresturinn sem hafði með land pressutursins Hvanneyrar að gera, að hann fer að deila þessu út til einstaklinga og fyrirtæki, alls konar lóðarskikum við sjó eða hér upp á eyrinni þar sem að menn gátu reist alls konar mannvirki, hús, íbúðarhús eða stofnanir og svo aftur atvinnufyrirtæki. Og húsin hérna þau eru svolítið, það mætast kannski svolítið tveir ólíkir stílar í húsunum hérna á svæðinu, eða hérna á aðalgötunni. Já, það sem að gerist þarna sko eftir að þessi gríðarlega uppbygging hefst með þessum feiknalegu síldveiðum og síldarvinnslu sem á sér stað hérna í bænum sem að mjög fljótt fékk alls konar uppnefni eða viðurnefni, Londa Gatlasamsins og höfuðborg síldarinnar og svo framvegis, að þá sko uppbyggingin svona gríðarlega mikil og ör. Að það kallar alltaf á nýja hugsun og nýtt skipulag. Menn sáu það að þessi timburhús sem höfðu raðast hérna í þessari línu hérna meðfram þessari götu og svo aftur til hliðargötum að þetta dugði ekkert. Þau voru alltaf smávaxin og þau tilheyrðu gömlum hugsunarhætti, gömlum tíma og þeir vildu sjá eitthvað nýtt og starra. Og framtíðin hún hlyti að bjóða upp á það eins og í samræmi við það sem hafði gerst frá aldamótum. Og þá höfum við fengið, miðað við gamla teikningar og upplýsingar, fengið nýtt skipulag sem kemur frá skipulagsstofnun ríkisins sem ég veit reyndar ekki hvað hét á þeim tíma, en sem sagt og örugglega unnið að beiðni heimamanna. Þar sem búið að raða hérna alveg sko háhýsum upp á 3-4 hæðir alveg í röðum, þéttum röðum, sambyggð og í öllum hliðargötum til beggja handa við aðalgötuna. Og þetta merkir það náttúrulega að gömlu húsin sem höfðu verið byggð 15 og 20 árum fyrr, þau eru að víkja. Og strax þarna miðjan 4. áratuginn, eða 1935, þá byrjað að byggja hér samkvæmt þessu skipulagi. Og það fyrsta húsið Hótel Hvanneyri sem tók held ég til starfa 1935 og glæsilegt hótel upp á 4 hæðir eða þegar 4. eða 5. hæðin náðist ekki, þá var settur turn til þess að auka virðuleikann og hæðina. Og síðan hvert af öðru, en þá höfðu gengið í garð síldarleysissumur og erfiðleikar svona og ekki ríkjandi þessi bjartsýni sem á köflum var hér til staðar þegar vel áraði í síldarútveginum
Og þá byggt til dæmis þetta hús hérna sem er bókabúð, Lárusar Þ. J. Blöndal, neðsta hæðin af 3-4. Og svo áfram byggt hérna samkvæmt þessu. Menn vilja halda skipulaginu en á þessum erfiðleikaárum þá það bara fyrsta hæðin byggð. Þetta gekk svona upp og ofan 10 ára síldarleysistími þarna eftir 1950. Svo birti til og bjartsýni eykst 1960 en svo fjarar þetta endanlega út þarna skömmu fyrir 1970. Og það akkurat á þeim árum sem hérna mikið og á þess tíma mælikvarða glæsilegt pósthús byggt sem nýjasta húsi við Algötuna en kannski eitt það versta. Já, ekki það glæsilega það í dag. Svona miðað við útliti á viðhald og ekki eru menn ánægðir hérna með það eins og menn voru ánægðir þegar gamla pósthúsi virðulega var látið víkja, brotið niður til þess að rýma fyrir þessu. Hérna á móti þessu gamla, nýjasta pósthúsi og símstöð Siglfirðinga, þar gamla símstöðin og pósthús fyrsta frá 1911. Þetta gamla húsi sem tilheyrir gamla skipulaginu. Hér gamla, fyrsta pósthúsi. Og það kannski eitt það fínasta núna við Algötuna og svona táknum það hvað hefur gerst hér við Algötuna í seinni tíð þar sem við höfum svona náð að átta okkur á því að þessi hús eru hinn gömlu, hinn elstu, eru í rauninni rosalega flott og við verðum að skylda okkar að taka þau í umönnun og gera þau upp. Og það það sem hefur breytt Algötunni og vonandi bænum og öllum til sóma. En á síldarárunum, hversu fjölmennur var bærinn? Það var hröð þróun upp á við alveg gríðarlega og ég veit ekki hvort að finnst annað dæmi slíka mannfjölgun og stækkun bæjarins eins og var hér á Siglufirði. 1948 erum við talin flest samkvæmt manntali. Þá erum við talsvert á 4.000 að tölu hér. 3.106 minnum mig að talan sé. En síðan eftir það, það leyti á byrja síldarleysis árin þarna þessi 10 eða hvað það voru mörg og það fer að fækka mjög í bænum, fólk flúði í burtu og helst söður. Svona til gamans hef ég einhvern tímann slegið á það að hefðu Siglfirðingar sem voru yfir, eitthvað á 4.000 þarna miðja öldina, þeim hefði haldið áfram að fjölga í samræmi við fjölgun Íslendinga almennt, að þá getum við verið kannski 5-6 þúsund í dag búsett hér á Siglufirði. Og þetta skipulag þar sem eru stór 3 hæða hús, það kannski gerir einmitt ráð fyrir þeim fjölda? Já, menn sáu fyrir sér bara, þar miðað við borgarskipulag, hérna menn sáu fyrir sér, þetta hét ekki bara höfuðborg síldarinnar, heldur líka þetta yrði eins og borg. Og með þessum háhýsum, því að mann gerði ekki ráð fyrir öðru en þetta héldi alltaf áfram að vaxa og þróast í þessa velgengnisátt. Í þessu samhengi finnst mér mjög mikilvægt að við horfum til kirkjunnar, þar sem hún stendur hérna í allri sinni reisn, sennilega eitt stærsta guðshús landsins þegar hún var byggð 1932 og hún svona eins og kórónar þetta skipulag sem að við búum við og svona gerir það verkum að fólk sem kemur hingað í heimsókn sér eitthvað skrítið hér. Þetta eitthvað merkileg blanda húsa og húsagerðar hérna við þessa götu. Það sem að þessi myndarlega kirkja trónir yfir í öllum sínum virðuleika. Í gegnum árin það hefur verið fallið frá þessu stórhýsa eða háhýsa skipulagi og meiri athygli veitt þessum eldri timburhúsum. Já, sem betur fer. Menn verða bara að sætta sig við orðin hlut og auk þess sem að náttúrulega skipulagt þarf alltaf stöðugt að endurnýja og það væri nú ekki fögur byggð hérna ef að hefði verið fylgt þessu út í ystu æsar og við hefðum þessu stórhýsa og steinsteypuhúsa skipulagi. Í staðinn eigum við hérna þessi fallegu hús eins og Norska sjómannaheimilið eða Týnisarhúsið, timburhúsin gömlu sem að eru svona eins og minnisvarðar mjög merkilega sögu.